Hvernig hægt að klóna fólk? Virkar þetta eins og í bíómyndunum að ég labba inn í eitthvað tæki eða inn á eitthvað spítala og svo bara allt í einu labba út 2 eintök af mér? Svona til dæmis. Eða er þetta eitthvað í öðruvísi? Það er reyndar bannað að klóna fólk og ég útskýra aðeins á eftir af hverju það er. En í raun þá þarf að taka heila frumu úr mér. Heilan frumu kjarna sem er þá með allir uppskriftina mér, öllu DNA-inu mínu, öllu erfðaefninu. Og þetta þarf helst að vera stofnfruma. Tek frumukjarnan, fær hann yfir í frjóvgað egg. Tek sem sagt kjarnan úr því og hendunum, set minn í staðinn. Síðan þarf ég að koma þessu frjóvgaða eggi fyrir í legi hjá konum. Hún gengur með það í 9 mánuði, eða þar bil, og svo fæðist barn sem að er erfðafræðilega nánast eins og ég. En er það samt nákvæmlega eins og ég? Nei, það verða alltaf einhverja stökkbreytingar, 100-200 stökkbreytingar, sumar hverjar breytingu, sumar getur orðið gert eitthvað skaða og einhverja getur breytt einhverju pínu, jafnvel til góða. Þetta eru pínu litlar breytingar. Þannig að þær breyta ekki miklu. En er þetta ég? Þetta er sér einstaklingur. Hvernig tengist það mér? Í raun er hann svolítið eins og eineggja tvíburinn. Því við erum með sama erfðaefni og svipaðan hátt og eineggja tvíburar. Nema, hann væri svolítið mörgum árum yngri heldur en ég. Það er ekki bara erfðaefnið sem að myndar persónuleikann okkar, en líka það sem við upplifum. Þessi einstaklingur gæti aldrei upplifað það sama og ég. Þjóðfélagið er bara allt öðruvísi. Internetið var ekki til þegar ég var krakki. Mjög margir kennarar, fjölskyldumeðlimur og aðrir sem hafðu mikil áhrif á mig sem barn og sem ungling eru dánir. Þannig að það er ekkert hægt að lifa og lenda í því sama og ég og verða eins persónuleiki og ég, en er alltaf ákveðin líkindi. Ástæðan fyrir því að þetta er bannað er í fyrsta lagi viljum við ekki vera að krukka í fólki svona, bara ef við tökum siðfræðilegu pælinguna bak við það að þurfa að henda frumukjarn úr frjóvguðu eggi, það er svona pínu vafasamt. Líka, þegar við erum að klóna dýr, það er leyfilegt og er gert, að þá virkar það ekkert alltaf. Það kemur fyrir að klónin er ekki full þroskaður og það er eitthvað mikið að klónarnir eldast stundum svolítið snemma. Það er að hluta til á því að ef ég tek frum úr mér, er svo fruma úr nýjum einstakling? Nei, það er erfðaefni sem búið að verða mynda nýtt eftir alltaf sömu uppskriftinni og það eru svona endar á DNA-þráðunum, litningunum sem heita telómer endar. Þeir slitna upp og það er hluta af því sem gerur okkur gömla og endanum eru þeir búnir og þá fer að slitna af erfðaefni sem má ekki slitna. Má ekki detta af, því að þessir endar eru til þess að þeir slitna og detta af, þetta er svona öryggi. Þetta er svolítið eins og rennilás. Ef maður rennir upp og niður nógu oft, þá á endanum fer rennilásin að skemmast og hann skemmist alltaf fyrst á endanum, er það ekki? Það er mest álag. Þannig að ef það er tekin fruma úr mér, þá eru telómer endarnir ekki í fullri lengd og þar af leiðandi styttra í að þetta fara að búa til vesen. Þannig að það er bannað að gera þetta við fólk. Þannig að þetta er töluvert flóknara og allt öðruvísi heldur en margir halda.